Gunnar, Hótel Sunnar hér í smíðum hérna við höfnina á Siglufirði. Hver staðan nákvæmlega núna í dag? Já, staðan svo að við erum komin upp úr jörðu, búin að bíða eftir því að fyllingin sem var keyrt hérna út og ofan á síldargrútinn sem undirstaða hótelsins, hún hefur sigið, ekki hreyfst í meira en 3 mánuði sem margir, og undirstöður og veggir að koma hér upp. Í þessum enda sem við sjáum hér í bakgrunni. Í hinum endanum er verið að setja niður stálþilið þar sem verður bryggja á móti og þetta svona 1/3 af 30% af stærðinni sem við sjáum hérna með. Og hvað það þá stórt hótel? Hótel, grunnflöturinn 1800 fermetrar, það 3600 í heild sinni, en það ekki til þess að segja 1800, heldur upp í risi rými. Það yfir 350 fermetra miðja hérna sem opin alveg á milli hæða og verður svolítið ævintýri. Það sem sem sagt veitingahús, móttaka, bar og arinstofa svona á neðri hæðinni og svo opið alveg upp í þak. Og hvað mörg herbyggi verða hérna? Það 70 herbyggi og þessum 70 eru 3 mjög stór. Hótelið hannað miðað við vísitölu eins og hún var. Nei, byggingar, ekki vísitölu, byggingarreglugerðin eins og hún var. Og það 12 herbyggi fyrir fatlaða. Það hugsanlegt að það verði kannski örlítið færri en þeir verði jafn stór og allt svoleiðis. Það ákvörðun það hvort þetta breytir einhverju þessar breyting á byggingarreglugerð. Og við sjáum að hérna eru menn að smíða en þið eru líka að smíða annar staðar, alls konar vinnu, þar á meðal þakið. Já, við höfum notað okkur þá aðstöðu að eigandinn á ýmis hús hér í bænum, SR húsin. Við erum að smíða á 2 stöðum þar og notum sem 3. húsið að hluta til fyrir geymslu. Það sem sagt langt komið að því að smíða þakgrindur og kvisti og veggi. Það ástæðan fyrir því svo að við höfum lítinn byggingartíma og erum hérna svolítið seint að leggja á stað því að það ekki nema rétt rúmlega ár þangað til að þetta vera fullbúið. Bara vorið 2015? Páskar 2015 það sem átt að vera. Við megum ekki, það má ekkert koma upp á ef við ætlum að ná því, ef við náum allavega vorið þarna. En veðrið hefur áhrif á okkur framkvæmdina hér? Það gerir það og við erum búin að vera hérna svo lengi hérna fyrir norðan, hvort hérna megin eða hinum megin í Ólafsfirði eða við Síldarminjasafni hérna og svona, og það hefur iðulega verið þannig að það ekki verið hægt að vinna neitt á veturna. En það sem við erum að reyna það hér og það hafa verið frátafir sem einhverja vikur en upp úr jörðu kóruðu. Og það breyting frá því sem áður var. Yfirleitt var það bara ekki talið mögulegt að byggja miðjan vetur á þessum stöðum. Ekki steypa eitthvað undirstöðu, Þannig að það verður breikkað. Svo erum við hérna niður við sjó, það alltaf hlýra hér heldur en aðeins upp í hlíðinni. En þú bjartsýnn á það tækist í tækatíð? Já, ég má ekki vera annað en bjartsýnn. Ég má ekki vera það. En það má segja frá því að þetta prósjekt svolítið skemmtilegt á öðru leyti heldur en það að það sé byggt á grútu og svona og það svona stórt og það mjög, mjög vandað hús. Ég hef ekki komið að einu húsi það sem jafn mikið lagt í til dæmis hljóðeinangrun og hljóðvist og slíka hluti, þannig að það þannig. En þetta líka, það annað prinsip. Það eru heimamenn sem byggja þetta og þess vegna hafi verið safnað saman úr allri fjallabyggð, kannski mörgum verktökum, litlum, sem ekki það sem lítið hefur verið að gera og það bara beinlínis forsendan að þeir byggi. Ef það verður enginn utanaðkomandi verktaki sem ræður hérna heimamenn sem undirverktaka, ef það verður einhver svoleiðis undirverktaka þarna, þá verður það öfugt. Og það eru allir sem að vinna hérna eru úr fjallabyggð nema að Tréverk, Dalvík sem að byggja barnaskólan okkur hérna líka á sama tíma að þeir koma með samnýtum mótum þeirra og þeir eru að vinna hérna með okkur líka sem okkur þykir mjög gott.
stutt að fara.